orðið aftur. Þið heyrðu sannlega flest í honum áður, þar sem að hann var að flytja okkur stutt erindi núna í hádeginu. Og við báðum Árna að núna mætti hann kannski hafa þetta örlítið svona flóknara fyrir okkur fullorðna fólki svona. Árni hefur nú fengið svona nokkra daga eða kannski vikur til þess að setja sig inn í málefni skólans okkar og fengið svolítið af gögn upp í hendur og fundið eitthvað sjálfur. Og nú langar við bara að heyra hvað þú heldur að við hefðum gott að því að heyra núna, Árni. Já, takk fyrir. Já, ég búinn að, eins og Þorvaldur segir, búinn að fá gögn frá skólan og eins og þið sjáuð hérna þá til alveg heil ósköp. Það til mjög mikið skólan. Og hér þessi frábæra bók, Guðmundur B. Jónssonar og margt og frumgögn líka, þannig að þetta er úr miklu að moða. En ég ætla að binda mig við upphafið og spyrja ákveðnar spurningar bara. Ég ætla að spjalla svona einhverjar mínútur Af hverju var farið að stofna barnaskóla eins og Vatnsleysuströnd og Eyrarbakka upp úr miðri 19. öld, eiginlega upp úr þurru. Það var enginn sem hafði ákveðið það, stjórnin var ekki búin að ákveða það. Og barnaskóli er dýrt fyrirbæri, það þarf að borga kennurum kaup, reisa skólahús og svo framvegis. Var þetta vegna vaxandi þéttbýlis? Já, hluta til kannski, en á Vatnsleysuströnd eins og Eyrarbakka þá hafði verið talsvert þéttbýli frá aldaöðli. Það hefði svo sem ekkert breyst með það. Það kannski fjölgað aðeins, en við skoðum það sem vitað er eignarhald á Vatnsleysuströnd, þá var árið 1703 var á Vatnsleysuströnd samfélag útvegsbænda, hjáleigumanna og þurrabúðafólks. Nokkrar helstu jarðir voru í eigu Viðeyjarklausturs. Á jörðum eins og Stóruvogum, Brunnastöðum, Kálfatjörn og Vatnsleysubæjunum voru síðan hjáleigur margar á hverri. Einnig voru margar jarðir eins og Flekkuvík, Auðnir, einnig að mestu í eigu klaustursins. Heyrið eitthvað í mér? Þar sem bjuggu leiguliðar, en á þessum jörðum voru kannski ein hjáleiga. Stundum engar. Takk. Meira. Næstu líka. Og búskapurinn á Vatnsleysuströnd var fyrst og fremst búabúskapur og sjáarbúskapur. Hvert lögbýlanna hafði svo sem eins og 5 eða 10 kýr og álíka margar ær og einhverja hesta kannski. Og síðan spurning hvort þessi bíli höfðu sel. Það mikið verið að rannsaka sel hér á Reykjanesi og líklega hafði einhver bíli hérna á ströndinni sel á Reykjanes fjallgarðinum. Og hver hjáleiga, hún hafði yfirleitt bara eina kýr og lítið annað. Kannski hest stundum en fáar ær. Síðan voru þurrabúðirnar eða tómthúsin sem engar skepnur höfðu. Þar voru þurrabúðarmennirnir, þeir keyptu mjólk af þeim sem áttu kýr. Handa börnunum sínum. 1850 þá satt flest við hið sama, utan ein mikilvæg breyting hafði orðið. Árið 1785 ákvað stjórnin að selja 3 stærstu og mikilvægustu jarðagós í eigu ríkisins. Það voru jarðir Hólastóls, Skálholtsstóls og Viðeyjarklausturs. Á meðal eigna Skálholtsstóls voru allar jarðir á Eyrarbakka. Þær voru allar seldar og einnig allar jarðir Viðeyjarklausturs á Vatnsleysuströnd. Ég held að þetta sé mikilvæg, þannig gerist þetta bæði á Eyrarbakka og Vatnsleysuströnd. Ríkið selur allar jarðirnar. Þetta er eins á báðum stöðum. Hjáleigubændur settir hjá. Þetta olli því að til varð ný stétt stórbænda, þeir sem áttu útvegsjarðir með fjölda hjáleigna.
Það var nefnilega ekki reiknað með því að hjáleigubændarnir gætu eignast jarðir sínar. Þær voru ekki seldar undan stórbýlunum, heldur héldust undir stórbýlunum. Jarðirnar voru seldar eins og þeir voru með hjáleigum á öllu. Og nú þá getum við spurt okkur af hverju var verið að selja þessar jarðir allt í einu upp úr þurru, svona seint á 18. öld. Og hver var stjórnin? Af hverju var stjórnin að selja jarðirnar? Og hver var stjórnin á þessum tíma? Nú stjórnin var danska konungsstjórnin, hið upplýsta einveldi 18. aldar. Margir kannast við söguna af Struensee, lækninum djarfa. Hann lagði á eins árs valdaferli sínum 1770 grunninn að flestum þeim framförum sem síðar urðu í Danaveldi. Holland og Bretland sigldu á þessum árum mikla siglingu í efnahagsmálum og hagvexti. Kapítalisminn hafði sigrað þar og sveitirnar í Hollandi og Bretlandi nutu líka hagvaxtarins að fullu. Danir vildu líkja eftir þessu og gerðu miklar umbætur hjá sér í sveitum og samfélagi 1780 til 1880. Upphaf þessara umbóta var að öll jarðagoss voru leyst upp. En Ísland, hver var stjórnin á Íslandi? Íslenska yfirstéttin var í sjokki eftir móðuharðindin og samþykkti að fara eins að á Íslandi eins og hafði verið gert í Danmörku. Á Íslandi réði hópur embættismanna og jarðeigenda öllu og konungurinn fór yfirleitt eftir því sem þessi hópur lagði til. Og það var sem sagt ákveðið að gera mjög mikla breytingar á Íslandi 1800. Það var ekki bara jarðarsalan, heldur voru biskupsstólarnir fluttir, embættin voru fluttir Reykjavíkur, úr Viðey og Bessastöðum og eitthvað hvað og hvað, og æðsta stjórn bæði í veraldlegum og kirkjulegum efnum. Íslenska stjórnin var ákveðin í að nútímavæða Ísland. Á næstu áratugum, það stjórn Íslands skulum við segja. Við erum ekki vön því að sé talað íslensku stjórnina á þessum árum. Við erum alltaf vön því að sé talað dönsku stjórnina á Íslandi. En Íslendingar réður langmestu þetta. Ég held að það sé ekki spurning. Þannig að við segjum það bara, íslenska stjórnin var ákveðin í að nútímavæða Ísland. Á næstu áratugum hófst hagvöxtur á Íslandi. Saltfiskútflutningur og útflutningur sauðfjárafurða óx hröðum skrefum. Staðan á Vatnsleysuströnd 1870. Á Vatnsleysuströnd var staðan þannig 1870 að það var eins og fátt hefði breyst. Atvinnuhættir voru allir í sömu skorðum, hjáleigurnar á sínum stað og höfuðbólin líka. Og róið var á hefðbundnum róðrabátum að mestu. Skútu var farið að gera út frá Vogum 1863. Þetta sá ég á Ferli, það er alveg frábær vefur. Kannist þið við það? Það er á netinu. Ómar Smári. Já, það var hann, já. Blekkjandi yfirbragð. Einhverjar hræringar voru samt. Yfirbragð samfélagsins var blekkjandi. Það leit fornlega út en miklar breytingar voru að verða undir niðri. Þorskveiðar og saltfiskverkun jukur stöðugt og færðu mikla björg í bú. Efnahagurinn fór batnandi. Stórbændurnir voru stór auðugir og græddu á hjáleigunum. Þeir áttu sjálfur höfuðbólin með hjáleigunum, höfðu eignast þau í jarðasölinni. Þurrabúðum fjölgaði ört. Ljós framfaranna. Hvað var ljós framfaranna? Á Eyrarbakka, ég hef skrifað sögu Eyrarbakkaskóla, þannig að ég er að bera saman Eyrarbakka og Vatnsleysuströnd sem ég finnst vera, það er margt líkt og margt ólíkt líka. En á Eyrarbakka er hefð að þakka tilkomi eins manns, Guðmunds Thorgrímssonar verslunarstjóra miðja 19. öld, fyrir að færa ljós framfaranna þar á meðal skóla til bæjarins. Er hægt að finna slíkt ljós á Vatnsleysuströnd og kannski miklu heldur. Duga svo einfaldar skýringar á því að allt í einu er farið að byggja skóla? Nei, það er ekki bara einhver maður sem kemur og segir nú ætlum við að byggja skóla, einhver frábær maður. Heldur, lítum nú á röksemdir fyrir skólastofnun. Árið 1850 rituðu Guðmundur Thorgrímsson að félaga grein skólamál. Þeir segja að eins og sakir standi
þá sé menntun almennings fólgin í því að foreldrar kenni börnum að lesa undir umsjá sóknarprests. En það sé ekki nóg. Alþýðufólk þurfi líka að kunna að skrifa og reikna, að þekkja almennar hugmyndir mannlegan félagsskap eins og hann kallar það og ákvörðun mannlegs félags. Það þurfi að kenna sögu og lýsingu landsins og þekkja ásigkomulag annarra þjóða. Allt ber hér að sama brunni. Í hinum fornu hjálegu hverfum suðvestanlands var að vaxa úr grasi nýtt samfélag. Það er sem sagt, þó að formið væri það sama, höfuðból og hjálegur, þá er samfélagið komið í samband við heimsmarkaðinn. Það er kapitalist samfélag sem byggði á vaxandi fiskveiðum og landbúnaði, þar sem en aukna framleiðsla var lögð fram á heimsmarkaði til sölu. Hið nýja samfélag þurfti á aukinni menntun almennings að halda. Það fundu forystumennirnir. Í grein Guðmundar og félaga stendur meðal annars: Alþýðan kunni sem best að markmiðið skólans væri að alþýðan kynni sem best að meta og láta að skynsamri stjórn og hyggilegri leiðbeining þeirra manna sem yfir hana eru settir. Þannig að markmiðið ekki bara að fólk læri til að geta átt samskipti við umheiminn, heldur það læri líka að taka þátt að læri í rauninni að hlýða yfirmönnum sínum. Hið kapitaliska samfélag var nýtt og auðugt, en það var stéttskipt eins og hið gamla. Úr þurrabúða og hjálegu fólkinu var til ný stétt, verkalýðsstétt. Úr leiguliðastéttinni var líka til ný stétt, stétt sjálfseignarbændanna. Úr embættis- og stórbændastéttinni var til ný stétt, stétt kapitalistana. Á Vatnsleysuströnd hafði presturinn séra Tórari sinn forystu skólastofnun. Ef Guðmundur var ljósið á Eyrarbakka, þá var það séra Stefán á Vatnsleysuströnd. Hann hafði öfluga stuðningsmenn meðal stórbænda í sveitinni. Þeir nutu þess að til var gildur sjóður ætlaður til eflinga menntun í Gullbringusýslu, Torkil í sjóðurinn. Þeim tókst séra Stefán og stórbændunum sem studdan tókst að fá samþykki yfirvalda fyrir stóru láni úr þessum sjóði. Hinn nýji skóli skildi líka gegna hlutverki fátækrahælis. Þannig var það ekki á Eyrarbakka. Þarna var líka vísir að heimavistarskóla sem var ekki heldur á Eyrarbakka. Að öðru leyti voru markmið skólans svipuð og skólans á Eyrarbakka að efla menntun almennings til að hann yrði betur hæfur til að taka þátt í nútímavæðingunni. Betri menntun var í raun alger forsenda nútímavæðingarinnar, enda voru stofnaðir skólar í öllum þorpum á næstu áratugum. En samt má segja líka, má snúa sig við að segja að stofnun skólana hafi verið afleiðing af vaxandi auði í samfélaginu sem var byrjaður að streyma inn í samfélagin alveg frá 1820. Menntun í sveitum var einnig endurskipulögð á svipum tíma. Námskráni var breytt úr lestri trúarrita yfir lestur, skrift, reikning, sögu og landafræði. Ef við reynum að taka saman nokkra þræði, þá var það nútímavæðingin hófst í vissum skilningi 1800 hér á landi. Við erum vönið að tala að þetta byrji 1900, en í mikilvægum atriðum þá byrjaði nútímavæðingin 1800, miklu fyrr. Það er auðveldir að skilja nútímavæðingu Íslendinga að sumu leyti út frá því að segja, skiljum það betur, þá hefst hagvöxtur í nútímaskilningu. 1850 var hagvöxtur komin vel á veg og tenging framleiðslu við markað, en framleiðslutæknin var eldgömul, árabátar, en reyndar var komin ný tegund saltfiskverkunar á fót. Árabátarnir dugðu fram yfir 1900. 1920 var vélvæðingin komið það langt að bæði Eyrarbakki og Vatnsleysuströnd liðu fyrir. Þar var varla nein höfn og Vatnsleysuströnd þó helst í vogum og trillur og togarar gátu ekki lagt á opinni strönd. Bæði samfélagin lentu í því að vélbátavæðingin var seint á þessum stöðum, bæði á Eyrarbakka og Vatnsleysuströnd. Það er enn eitt punktur sem er líkur. Og já, en síðan, þetta er svona útgangspunktur
síðan bara væri gaman að heyra hvað þið viljið spjalla eða spyrja í sambandi við þessa sögu. Það mjög margt. Hvað geturðu sagt einhverjum íbúaþróunina hérna? Hvernig heldur hún hafi verið á þessum 40 ára tímabili? Var hún stöðug eða svipuð eða sveiflaðist hún líka? Það mjög ör fjölgun upp úr 1850. Það alveg eins og Eyrarbakka, svo ég tæki það aftur. En þetta svolítið skrítin fjölgun því að hún kemur ekki fram í skólanum. Það alltaf sami fjöldin í skólanum. Reyndar sem sagt, það ekki víst, ég hef einhvers að sé það tölur að það hefur kannski verið fjórðungur af börnunum sem var í skólanum. En það eins og fjölgunin hafi verið mest, það hafi verið mjög mikið af vertíðafólki og lausafólki og fjölgun fjölskyldunanna kannski hafi ekki verið svo sama eins og þessi fjölgun sem sást á manntölum. Það voru bæði fátæk börn, þau fengu styrk til að vera í skóla úr þessum Torkilíssjóð, held ég. Og þau voru bara tekið, þetta var eins og fátækrahæli að sumu leyti. En síðan voru líklega skólagjöld, það voru að minnsta kosti þannig að Eyrarbakka. Og það hefur kannski gert fátæklingum erfiðara að senda börnin sín í skóla. Það var líka ólíkt með Eyrarbakka og Vatnsdalsströnd. Það voru fátæklingar í skólanum sem voru þar samkvæmt stofnskrá skólans. Og síðan ekki á Eyrarbakka, þar var engin svoleiðis, það var ekkert svoleiðis fyrirkomulag á neinn hátt. Síðan eftir 1900, þú spurðum íbúafjöldan, þá fækkar ört á Vatnsdalsströnd og eftir 1820 þá tekur steinin úr með það, þá fer að fækka fjölskyldum. Og ástæðan fyrir því bara beinlínis sú að árabátarútvegurinn leggst niður og vélbátaútvegurinn kemst ekki á legg. Það voru vélbátar 1920. Afsakið. Það farið aldavilt, það ekki gott. Það óskaplega villa. En 1920 þá búið að vera að reyna að koma af stað vélbátaútvegi frá Vatnsdalsströnd. Strandaringar eiga vélbáta, þeir gera kannski út frá Sandgerði og öðrum stöðum þar sem gott að gera út báta, en það var ekki fyrir 1931 það komst á útgerð þarna, Huginn og Munin sem útgerðarfélag Vatnsdalsstrandar minnum að heiti. Það merkilegt félag, samvinnufélag, en það komst á fót akkurat þegar kreppan byrjaði. Fyrsta rekstrarárið akkurat þegar kreppan skellur á með fullum þunga og dregur grundvöllin undan rekstrinum. En síðan á stríðsárinu þá eflist útvegunum og þá kemur ný grundvöllur fyrir fólksfjölgun, eins og við vitum, þá hefur það verið síðan. Það svo enn saman við Eyrarbakka, það svolítið öðruvísi. Það önnur þróun, það ekki fjölgun þar. Blómaskeiði í raun og veru árabóta tímabilið. Já, fyrra blómaskeiði, skulle ég segja. Nú hérna meðal okkur maður sem hefur rannsakað þetta mikið og fyrir 2 árum rúmum þá flutti Haukur Aðalsteinsson þetta erindi sem ég tók upp á band og var að hlusta á daginn. Rifja þetta upp. Og ég man ekki betur en að þú hafið þá verið að sýna okkur uppgang fiskveiðana alveg þar til einhvern tímann að mig minni í kringum 1880 að þá það leyti hafi bara fiskiríi dottið illilega niður. Eða manst þú þetta sjálfur, Haukur? Geturðu hlaupið aðeins yfir þessa auðlegðar sögu okkar hérna í mjög stuttu máli? Svona stórum dráttum, þá eru þetta 2 tímar. Þegar það byrjar í kringum 1760, þegar að þorsknéttaveður og verður þannig geysilega mikið sókn á litlum árabátum í innanverðu starfsemi, það Jarðvíkum og Móunum og inn á Gunnarsstöðum. Og þetta fer upp í það að verða sennilega 380 bátar
sótt á þessu svæði, bara allt litla svæði, frá Keflavík og inn á Brúnarstöð. Það rísa hér búðir, með allir strandleggir að svo frá Vogastapanum og inn á Brúnarstöð. Það mann ekki fjöldan á þeim, það var fjöldin að drókna. Þetta er allt sem hróflað upp, greinilega með litlu tilkostnaði og fljótleitum. Útgerðin, hún virtist þessi netabáta útgerð sem þá, það voru 2 manna för, það voru litli bátar, 2 manna á. Þeir virtist vera svona að færa sér til að ýmist hérna inn á Vogasvæðinu og út í Njarðvík, út í Keflavík. Svona færðist eitthvað til eftir ykkur. Þetta hafði kannski tilkomin út af því að það voru bara að setja þessar útgerð skorður, sett bölvi netaveiði líka á það. Þessi bylgja, hún stendur alveg fram yfir aldamótin á þetta. Það er mikið sótt hérna á svæðinu og svo nýgnar hún og sprettur hérna. En síðan byrja vísir hans aftur upp á 1820. Þá fara að koma hér kaupmennin á svæðinu og byggja hér undir Vogastapan, þessu hólmabúð sem hér á svæðinu þekkir. Og þessari útgerð árabúðum það bæði í kringum útgerðin og heimaútgerðin, í kringum kaupmennin og heimaútgerðin. Hún er orðið töluvert mikið upp úr 1850. Það verður hér mikil afli á árunum 1850-70. Þá er komin upp hérna töluvert velmegun hjá landeigendum, þeir sem að reyka á kyrruna. Og það má kannski benda einmitt á þennan tíma í kringum 1870 fyrir ákveðið reisum skóla. Það er ekki eina nýmæling í sambandi við einhverja framfarir að þessu svæði. Vegna þess að hér bara Stórumón, þá er byggt steinhús, fyrsta steinhúsið á Suðurnesjum, íbúðarhúsið á Suðurnesjum. Það er byggt á svipuðum tíma. Það eru byggðar verbúðir hérna undir Vogastapan og Hólmabúð, 2 hæða hús með, ég held 60 rúmum, þetta hafi verið talað það, efri hæð, á samt verslunarhúsi og saltgeymslu. Þetta var töluvert umleikis á þessu nákvæmlega sama tímapunkti og var ákveðið að byggja þennan skóla. Þannig að það voru greinilega verið svona framfara hugur hérna á svæðinu. Og þetta vekur hann athygli á því hérna Þorvaldur Þórhallsson, Hegin, Ferðarbók. Það segir að mikil almenn velsæld útgerðarmanna á þessu svæði hér. Og mikil og sár fátækt bæta við. Já, það er eitthvað. Þetta er annars vegar landeigendin sem eiga jarðirnar og hinn sem búa síðan hjá. En ég vil undirstrika það og benda á aftur í sambandi þennan framfarahuga. Þessi skólastofnun, þetta er mjög mikið mál. Þetta er náttúrulega eins og ég sagði, það þarf að byggja skóla, þetta er mikill kostnaður og þetta er líka algjörlega nýtt hugtak í menntun. Þannig að þetta er að verða að brjóta braut eða borgarlegri menntun hér á landi. Þannig að þetta er mjög þetta er eitthvað sem byggðin getur verið virkilega stolt af, Þetta er sem sagt á landsmælikvarða er þetta svona, verður hætti farabroddi af vissan hátt. Já, algjörlega. Og það þessi staðir Eyrarbakki og Vatnsleysuströnd. Reyndar Reykjavík kemur þarna líka 1862 með sinn fyrsta skóla sem að vísu eignast ekki hús fyrir löngu eftir að búið að byggja hér. En er þarna upp á kaupmenn komin, þetta sé 1886 sem að þeir reisa sín fyrsta skólahús sem var það mjög veglegt, svona byggt á sama hátt og húsið hér í Stóruvogum, steinhlaðið. Var síðan lögreglustöð þegar ég man eftir. Já. Fjarðarskóli líka á sama tíma, 1870. Hann er byggður sama ári, já, og það er reyndar mjög svipað hús sem að vísu endist bara örfá ár. Svo dapurlegast ef þannig var þeir byggðu það svo nálægt sjó að það eyðilagðist á örfáum árum og þeir flúðu úr því eftir eitthvað cirka 8 ár. Það flýjaður úr þessu húsi og koma skólanum fyrir í öðru húsi og svo enn í öðru húsi. Það tekur hérna við hrakfara tími hjá þeim. Þegar skólinn er eitthvað bilinu 10-20 ára gamall, og svo fer hann að komast á koppinn aftur svona. Annars maður kannski allavega
einhverjum spurningar, sko, það þetta ekki, það voðaðinni hér, það Vesturströndin og það Garðurinn. Þessi 3 svæði hérna sem að vera á sama tíma og stofna skóla. Aðeins fyrr þá var það Haugstaðaskóli hérna í Garðinum, nei, Garðahverfinu, hérna Álftanesi, hvað kallar það? Garðaholti. Á Garðaholti, og þar hérna, náttúrulega, þetta allt tilkomið að einhverju marki fyrir tilverknað Torkili sjóðsins. Hann þessi grunnur sem að þessar framfarir byggja á, sem eru afskaplega mikilvægur. Torkili var líka mjög mikilvæg fyrir kannanir á menntunarástandi 18. öld, sko. Þannig að, já, þarna verið að sér maður að það blómstrar þó að seint verði, sko, ef menn gróðursetja og þá uppskera þeir á endanum, kannski steindauðir. Bara rétt svona aðeins inn á þetta, mér finnst sko athyglisvert að heyra þessa sögu og þessa mikla blómabið og kannski sérstaklega þessa fyrri sem var nú nefnt hérna, sko. Ef maður hefur það í huga að á sama tíma, eða sem sagt Reykjavík fær kaupstaðaréttindi 1786. Þá búa þar cirka 200 manns og þá á sama tíma nefnilegt að hér eru svona einhverjir tugir eða jafnvel hundruðir búða í útgerð. Ekki hundruð, en svona allavega verulegur fjöldi. Það tugir búða. Tugir búða og gert hér út með allir strönd alveg fram tilbaka og svo verður samt sko uppbyggingin þar en samt kemur ekki skóli þar fyrir sko undir lok 19. aldar. Þannig að þetta svona dálítið merkilegur samanburður. Ég veit ekki hvort þú vilt eitthvað kommentera á þetta. Já, á hérna Reykjavík og já, það bara ekki eins mikið menningarplás. Það var nú í rapport að kalla þetta. Já. Það einfalt að segja það. Skólinn á Bessastöðum, hvenær hann var stofnaður? Bessastaðaskóli. Hann stofnaður á 9. áratug, kringum 1886 stofnaður tveir skólar á Bessastöðum annars vegar og einhvers staðar hvar var hinn, stöðar í Garðabænum. Og þeir styrktu líka fátæk börn úr Torkelisjóði. Ég hef ekki heyrt, hafið þið heyrt einhvern annan skóla sem náði að fá lán og það meira segja vaxtalaust og það meira segja þannig að ekki þyrfti að greiða upp fyrir að meðan að skólinn sinnti sínu hlutverki. Ég hafði heyrt að einhver annar hafi komið svona langt. Menn hafa ekki bara verið sko duglegir að fiska, ekki bara verið duglegir að róa til fisk, heldur voru menn líka virtist vera duglegir að róa á önnur mið sem var þessi mið sem mikið er róið á í dag, þessi sem er róa í bönkum og berjast þar svona. Og þetta þurfti að fara fyrir kónginn, þetta þurfti að fara fyrir Alþingi. Það var tekist á þetta Alþingi og þetta var alveg á mörkunum að það var hægt að leyfa svona lega, það verið lán þessu sjóði því að kallinn hafi ekki gert ráð fyrir því beinlínis að og menn hefði verið að seilast í hennar sjóð og það hefði einhver mjáður verið fengið að fara í svona rannsóknarferð til útlanda til að kynna sér búskap, eða framfarir í búskap og það var ætlunin að reisa búnaðarskóla og koma þannig peningum Torkili í ló. Það voru hins vegar menn sem að lögðust gegn því og þá á þeim forsendum að þetta væri ekki í takt við vilja karlsins sem var náttúrulega löngu döður en hann náttúrulega heyrt þetta allt og þannig og það líka mjög áberandi þegar maður les þessa reglugjörð sem að Árni pikkaði hann veit upp og loksins hún komin á prent og hún bara verið til í handriti þetta sem fyrsta námskráin í skólanum okkar sem var samþykkt á almennum barnaskólafundi í skólahúsinu 13. september 1872 þegar skólinn stofnaður og þetta sko þegar þetta komið á svona í velrita svona venjulegar svona velrita síður að þá var þetta á hérna 6 síðum þetta eru 6 blaðsíður og allt skrifað með sem sagt fallegri handskrift nákvæmlega lýst hvernig skólinn eigi að starfa og allt það og þar sem sagt lagt upp með meðal annars þetta að þetta fátækubörnin eiga að fá styrkur
sjóðnum og hinn eiga að borga 10 ríkisdali í skólagjöld, ef ég maður rétt. Hver var skólastjóri þá hér til að byrja með? Skólastjóri hugtæki var ekki eiginlega til þessum tíma. Kennari þá. Oddgeir Guðmundsson sem seinna var prestur í Vestmannaeyjum og einhver hélt að það væri þá örugglega forfaðir hans Oddgeirs sem hefur gert öll fallegu lögin. Og ég hringdi sérstaklega í kunningjafinn til að tékka á því hvort það væri nokkuð, en hann sagði nei. Því að hann sem sagt giftur dóttur Oddgeirs, þannig að það ekki sama nafn. En hvað segir þú orðið innan sjóð? Það sé ekki bara til, hann hafði guðað upp í verðbólgunni eftir 1970. Og við hættum ekki skólahaldi, við tökum enga síðan. Nei, ég að pæli, við veitum ekki hvert við að borga lánið ef við hættum. Og hvað orðið mikið? Hvað eru 1200 ríkisdali mikið í dag? Já, það góð spurning. Það nú alltaf eitt af því sem ég ætti að gera og hérna rekna út bara. Ég get líka nefnt að sko árskaup kennarans árið 1926 var 800 krónur. Árskaups? Já, 800 krónur. Og það nú sko líka eitt að rekna það út. Hvað það mikið? Krónur? Það eru krónur sko, 1926 sko, ríkisdalir 1873 og krónur árið 1926. Þá var lánið ekki hátt með kennarunum í dag? Já, þetta tengist ekki. En hérna, sem sagt, það til önnur reglugerð frá 1917 og hún miklu styttri sko, en það skemmtilegt að bera þær saman. Já. Þá sko fátæktar elementi komið út, fátæktar haldstofnuninni sko, hún komin út. Já. Og bara, þetta orðin bara venjulegur skóli sko. Og hérna, síðan til þessi mjög svo skemmtilega dagbók hennar Viktoríu sem hún fjallar hvern dag og það eins og þarna 28 sko, þá voru gríðarlega stórhríðar allan febrúar og það, ég sá það líka í hérna sögunars Guðmundar að þá hafði komið vika þar sem væri ekki hægt að keyra mjólkina í bæinn. Það var svo mikið mjólkursala frá Vatnsdalsströnd. Og það var bara stöðvaðist og það var að flytja mjólkina með báti í þessum óveðurskafla. Þannig að það var skemmtilegt að lesa um það. Það skvítið að þetta sigla með báti en ekki keyra með bíl. Ég veit ekki snjóið sko en... Það hefur fennt svona rosalega. Já, en það þá... Það væri hægt að sigla... Já, það komið stillur á milli. Vegurinn var ekki svona. Vegurinn var hálf niður grafinn í hrauninu. Jú, ég veit það. Ef það hafði verið hlýða veður þá verið norðanáttur þá verið þetta ekki gott að fara að fá þetta fröndinu. Nei. Já. Það nú svona, en hérna hvaða spurningar brenna aðrar á okkur með þessi 140 ár og allt þar í kring? Höfum við nú bara hér með fengið þetta á hreint að nei, hvað hefur við fengið á hreint? Ég voru að draga þetta aðeins saman, hvert eru við? Mér langar aðeins áður en þú gerir það, kannski á meðan þú gerir það, að þá langar mig að benda á greinar eftir, svo til að telja upp fleiri heimildir sem fólk getur kynnt sér. Björn Þorsteinsson skrifaði greinar Vatnsdalsströnd afskaplega fróðlegar og skemmtilegar sem birtist í Mogganum 1964, Morgunblaðinu. Og hérna, það þess virði að fletta þeim, það bara einfalt mál á netinu, tímarit.is eða hvað það heitir. 64? Já, 64. Það var sagnfræðingur Björn Þorsteinsson, ættaður úr hérna Árnessýslu en þekkti greinilega mjög vel til hérna, það gríðarlegu fróðleikur í þessum greinum. Þannig að, já. Fyrir utan allt annað, já, ég held að það er á ferli, það mikill, alls konar fróðleikur og ég man ekki hvað þetta er á fleira svona. Einu sinni var til sögufélag hér á Suðurnesjum. Það gaf út ársrit í nokkur ár. Haukur Aðalsteinsson skrifaði Helgi tvívegis í það eða svo. Það var meðal eina grein skútuútgerðina hérna úr Vogum sem ég las mér til mikillar undrunar og ánægju hér fyrir örfáum árum síðan. Það má kannski rifja það með þetta skútuútgerð sko, að vera að tala það skútuútgerðin sem hefjast hérna sko
eftir aldamótin 1900, 1880 og svo, þá útgerð, skútuútgerð hérna frá Hrófan byrjar þetta 1803. Hún stöðugt alveg einhverja 2-3 ára til. Það sem segja skútuútgerð frá Jóni Davíðsson og þetta var enda styrkt útgerð á þeim tíma. Það skilaði ekki miklu en þeir voru að gera hérna út skútur á þessu tímabili. Keyptu skútur af dönsku konseptinu sem var búin að leggja í Blaupana, var í Hafnarfirði. Keyptu þar að finna þeirra skútur og það var gerð hérna út frá Vogum. Síðan má segja að þegar svona undanfari skútuútgerðarnar á seinni hluta 19. aldar, þá byrjar skútuútgerð Bandaeying og hún byrjar hér í Vogum. Og síðan nokkur aðrir sem eiga skútur eða svona tilskip hérna í strandina. Kringum 1860 á tírófli þá maður ekki alveg nákvæmlega en þeir eru fyrstir með það að gera hérna út skútur og sunnanverða Faxaflóa og áður en það hefur verið til ráðum í Reykjavík, aðrir en kaupmenn á Hafnarfirði. Og það má líka geta þess að skip sem skútar sem þeir áttu hérna í minni og Lóvísa, henni siglt til Spánar með saltfisk hérna úr Vogum í mann ekki hvort það var 1865, það svolítið undanfarið þessi árabil sem við erum að tala það sýnir svona stöðuna kannski á svæðinu. Þetta er afskaplega fróðlegt með sko vaxandi búðabyggð inn upp 1760. Það er sko, eins og við segjum, það er verið að flytja til Spánar, saltfisk. En ég held að þetta sé mjög, sko, það hefur ekkert frekar lítið verið skoðað þessi vöxtur í búsetubyggð á þessum tíma. Lítið þekkt tímabil svona almennt í Íslandssögunni, sko, sem búsetutímabil. En þetta er náttúrulega, sko, ef maður er að tala sko, stjórnina, þá sko stjórnin að hún fjárfestir heilmikið í Íslandi á þessum tíma, eins og segir, það er konungsútgerð og það eru innréttingar. Og Danir, þeir fengu samviskupið. Þeim var sagt að þeir hefðu verið að eyðileggja landið með einokunar verslun og slíku, sko. Þannig að til dæmis fjárframlagið sem kom í innréttingarnar, hvort það var 50.000 ríkisdalir, það var einhver alveg rosalegar upphæðir sem var sett í þetta. Og og það var sem sagt, var á sú umræða í gangi að Danir hefði ekki verið nógu góðir við þessa nýlendu sína á þessum tíma og það kom frá Dönum, sko, þeir voru með einhvert samviskupið. Það samt segir Íslendingar hafi ráðið? Já, það er ekki spurning. Þeir voru, ef maður skoðar allt tíma, ég hef rannsakað sko til dæmis skjöl frá 17. öld og þar sér maður sko að ef það kemur ákvörðun þá er það eitthvað sem Guðbrandur eða einhver biskupinn eða aðalega biskuparnir þeir eru langmestu þeir bara eru búin að undirbúa það svo fá þeir kongi til að skrifa undir og þá er allt klappað og klárt. Þannig að það er svona stóri dómur þetta það er alltaf verið að tala sem áþján Dana á Íslendingum, það er allt saman undirbúið hér og síðan er kóngurinn fengið til að skrifa undir. Og svo framvegis, það er hægt að rekja mörg dæmi. Þetta er svona eins og með alþjóða gjaldeyrisjóðinn, sko. Stjórnin, hún getur fengið alþjóða gjaldeyrisjóðinn til að skrifa upp á eitthvað sem hún veit ekki alveg standa að, kannski. Útrása víkingarnir hafa verið til. Já, þeir vissu nú sínu viti í gömlu meðinni. En það voru sko biskuparnir, þeir voru náttúrulega, sko það var ekki takt að, sko kóngurinn hafði ekkert í þá að segja á þeim tíma, sko. Svo ég skýri það eins betur út, sko. Þeir réðu yfir alveg gríðarlegum auðæfum og mannafla og fólki, sko. Þeir voru milli 300 og 400 jarðir sem hvor biskupstól átti og tekjur konungs af Íslandi voru, ég veit ekki, það voru kannski eins og helmingurinn af öðru því góssi, sko. Það voru ekki mjög mikla tekjur sem konungurinn hafði. Mikið að því rann til umboðsmanna, þeir höfðu klaustrinn og þannig að biskuparnir voru algjörlega mjög öflugir, skulum við segja. En
fyrsti skólinn sem var stofnaður á Íslandi var fyrst 1700 og eitthvað í Vestmannaeyjum hætt, svo var hann lagður niður. Já. Manstu hvað ár það var? Nei, ég man það ekki. Einhverjum næstu því 100 árum áður. Já, það eitthvað miðja 18. öldu. Já, var starfað til í einhver ár. 9 ár, minni mig, frekar en 7. Og svo bara lagðist hann að. Já, og hann var náttúrulega bara í heimahúsum og svona, þetta var svona, sko skóli og ekki skóli, sko, það kemur hérna til farkennsla og svo líka fasti skólar eins og hérna og meira segja að skólinn okkar stundum pínlítið farkennslu blandinn, en ekki þó mikið. Það svona, má segja að litlu skólarnir eins og í Vatnsleysu hafi verið svona, búið svolítið keima af farkennslu, menn voru svolítið að hringla með þetta, stundum voru með annarkvöld dag, stundum oftast var á hverjum degi, stundum skiptist kennar á að kenna einn daginn þarna og annan daginn, einn norðurkvoti, einn daginn í suðurkvoti, einhvern tíma var það þannig og það átti að kenna 2 mánuði á Vatnsleysu og svo restina hérna út af suðurkvoti, en svo var það greinlegt að á Vatnsleysu hafa verið einhverjir svona fólk sem vissi hvað það vildi, sko, því það barði sína hluti, maður ekki lesa svona milli línana, það fekk alltaf að sitja í gegn, sko. Það er það ekki svoleiðis enn, eða það er bara breytt núna. Það er enginn hérna, líklega, ég heyri það að viðbrana, það er líklega enginn hérna, þaðan hér lengur. Þú veist að segja að maðurinn hefði þurft að labba hérna utan stapanum í skólan, hvað var hann lengi? Hvað var hann lengi? Er það ekki alveg heil lang? Hvað var hann lengi að labba? Já, það hafi ekki verið klukkutíma, alla leið. Hvora leið? Og hann fekk nú félaga sína hérna þegar ekki kom í bóðana. Það voru nokkur. Fyrst í hálftíman einn og svo setni hálftíman það með öðru hérna. Það er röskur gangur að labba hálftíma hérna milli. Ég fann það sé nokkur rétt. Þetta er svolítið svona, já, stundum var, sko, voru börninu ekki sett niður á bæi, sko, sem áttu heima langt frá stundum til að sofa. Jú, krakkarnir frá Vatnsleysu, þeim var einhvern tíma komið hérna. Það var enginn í skóla með mér svo. Það var skólinn kominn annað lítill af Vatnsleysu. Já. Þegar ég var í skóla. Þetta er mjög flókið. Ég er ekki ennþá búinn að ná tökum á því hvar var skóli hvenær. Það er hér og þar. Svona. Þetta er flæðirít sem ég held ég alveg syndi. Það hjálpa manni svolítið, sko. Já. Ein ástæðan fyrir sem ég gerði þetta sínum tíma fyrir 10 árum síðan, sko, var bara til þess að átta mig á þessu. Þetta er sem sagt hérna Vatnsleysuskólinn, kemur og fer, kemur aftur. Norðurkotsskólinn, hann er bara hér, hann tekur við að Landakoti sem tók við á Stórustöðum. Þannig að það verður að gera eitthvað, þetta er mjög flókið, það verður einhvern veginn að skemmtis er þetta. Gott að hafa þetta svona mynda. Þetta er alveg frábært. Það er svo sérlega. En ég er alltaf að betta inn á þetta. Íþróttamálin eru núna eiginlega ráðgátir hjá mig núna og ég vil fá að vita hvenær menn byrjuðu að kenna sund og hvenær menn synti í sjónum og hvenær menn fóru að synti í Keflavík og allt þetta. Það er svona, finnst mér gaman að fá, ég er búinn að búa til eina línu bara með það, hvernig voru íþróttirnar. Hún var send á Laugavatni. Hver? Hún Lúlla? Hún var á Laugavatni? Já. Knarrarnesi. Já. Var það skólasundi? Já, ekki skólasundi. Áttu hann að segja frá því? Já. Jakob í sónunum. Já, þeir kannu skólasundi. Sundir, skólasundi. Já. Var það í... Nei, ég var ekkert í skólasundi. Jakob frá Sólheimum, hann var sundkennari og hann kendi okkur bara saumum hérna Vógunum, bryggjuna og eitthvað staðar í hverfinu, en ég var í Knarrarnesi, þangað fór ég í fjöruna að synda. En Laugavatn, segir það. Það var bara 10 dagar. Já. En þú fórst 10 dagar þangað? 10 dagar Laugarvatn. Hvað ætlaðu að vera gömul þá? Þá var ég bara 14 ára, því að ég komst ekki þegar ég var fenn og ég fór árið eftir, af því ég var veik þegar ég var fenn eftir, þegar krakkarnir fóru sund. Og var það venjulegt að þau færu á Laugavatn þá? Já, það var komið til heldur. Ég þori ekki að segja það, ég man það ekki. Já. En við vorum ekki þegar 5, en þeir voru miklu fleiri þegar ég fór. Árið eftir. Það er afskaplega góð spurning. Einhver jól. Hún syndir nú hérna, að það hafi ekki verið svona 19... Nú er eftir að fjármagna framhaldi, sko. Já, orðaða þannig. Það er búin að fá svona 3 vikna laun fyrir það sem við erum búin að gera þar með þessu og þar með er það
búið þá bara næsti áfangi hvernig við farum með það, eða við viljum halda. Kostar að gefa nú? Það ekki ódýrt, sko. Það fyrst verður nú að klára að skrifa þetta, sko. Þetta bara, ég meina, ertu að tala sögu sveitarinnar eða skólans? Já. Meira að tala borgarstjórn. Ég held að eins það ákvæðan sé að reikna út í huganum hvaðan þurfa að styrkja okkur mikið, sko. Já. Það gott að hafa það bara hérna hér og nú, hér upp á borðið. Það? Hann í sögu sveitafélagsins líka? Nei. Nei, ég bara með sögu skólans. En þetta afskaplega forvitnilegt að segja allt saman. Ég fékk hann til þess að því að út af því aðalega sko að ég vissi að hann var búinn að skrifa með Eyrarbakkaskólann og hann skrifaði heila stóra bók, hún nú hérna í lánu þegar hann á safni, veist til að koma með hana, rosalega flott bók. Liggur hérna inn á safni sem hann bara bóðin í hérna í Unnu. Jón Óskar, vitið ykkur Jón Óskar myndlistar maður? Ég geti labba eftir hennu, sína okkur. Unna, auðvitað okkur leti. Og svo sem sagt bara, þetta svolítið margt hlýnstætt sem þú búin að benda á, sko. Já. Það kannski bæði hjálpar þér á stað og líka hitta það svo gaman að fá svona samanburð líka, sko. Já, það það. En hérna, já, þá veit ég svolítið meira sundið, takk fyrir þetta. Ég ætla að segja að hún var með synd í sjónum en það bara einu sinni 10 daga á skólaferðinu. Og synda, hún segir, og svo var Jakob að kenna þér hér við bryggjuna, það var líka að kenna krökkum hérna, voru okkur og það var allt við bryggjuna. Já, í sjónum. Já, og hann var koti í sjónum, það var alls þær í sjónum. Tengdist þetta skólanum eitthvað? Þetta sund, kennst þig á honum? Nei, það bara heldur sér með það. Já, bara eins og... Og hann setti bara 2 stóra staura í fjöruna, rak þá niður og svo vorum við með rólu í því að læra fyrst sundtökin. Rólu sem við vorum með fætur í. Þetta er 4 staura. Fæturnir eru með og brjóstið á bringunni hinum megin. Já. En hún í sambandi við hérna skóla, þessu Eyrarbakkarsöguna það sko, eða með, sko það er kannski ómælt að ég hefi skráð sögu skólans. Við Þorvaldur höldum að við séum kannski saman með efni í góða grein í Netlu og hérna síðan held ég að ég sé kannski með efni í góða grein í sögu Eyrarbakka og Vatnsleysuströnd og síðan þar ráðast á framhaldinu hvort fjármagn fæst í frekari framkvæmdir sko. En ég vil nefna það með þessu Eyrarbakka bók hérna, hún er svona falleg, það var ráðinn afskaplega góður maður til að hanna útlitið, það var Jón Óskar myndlistarmaður, hann gerði það lista vel. Já, þetta er svona satt mjög svona, ég bara byrja að opna aðeins fyrir alla og svo látið hérna ganga sko. Það eru svona myndaropnur, mikið hefur tekist vel að safna gamlu myndum, það er reynda búið að safna svolítið hér líka. Og svo náttúrulega þegar það kemur nýri tími þá er þetta allt orðið lít sko. En þetta er sem sagt... Þetta er Eyrarbakka. Já, Eyrarbakka. Mér finnst þetta eiginlega að vera meira en skólinn, þetta er svolítið mikið sveitin líka, það var samt til eitthvað þetta áður, einhver bók... Já, Árelíus hafði skrifað alveg söguna. Sveitarinnar. Nei, skólans. Hann skrifaði sögu skólans. Já, hér er engin skólasaga til þetta, það er ekki til bók með skóla. Alls ekki, sko, og þetta er mjög sundurlaust og þetta eru handrit, til dæmis bara Árni, þú kemur til fyrst verk sem ég ætla alltaf að vera búinn að gera, að bara velrita upp þessi handrit sem það fjast, sko, eins og hérna reglugerðina þessa stórmerkilegu. Já. Og það er meiri svona handrit, sko, sem er ekki alltaf búið að svona setja inn í tölvu, sko. Já, það er margt til, sko. Og svo eru til greinar, sko, ég var til þetta, það er eitthvað bókið þessi hefti hérna, þessi 2 hefti hérna sem eru nemyndaritgerðir hvort býsna góðar og Steinar sem var hér áðan, hann hefur bara... Steinar er þetta? Steinar er hérna allar... Eyjólfur var hérna líka. Eyjólfur? Var Eyjólfur hérna? Hann var hérna líka, já. Ég þekki mann ekki sjónin. Þetta er mjög merkilegt átak hjá þeim 84 að ná utan þetta mál. Þetta er kannski fyrsta tilraunin til þess að ná utan þetta. Og svo hérna hins vegar hún Halldóra að ná utan efnahagssögu sveitarinnar. Þetta er svona... Hún tekur hérna fyrir 1880 til 1980
En svo eru greinargerðar þar og til dæmis eins og eftir hann Hauk, það eru, ég veit ekki hvað Haukur er búinn að skrifa mikið ef við farum nú að telja allt saman, allir Haukur vitið eins og sjálfur. Hvað koma margum greinum frá þér? Fyrir utan það sem er óbyrgt eins og þetta sem ég var að vitna í áðan sem ég var bara á bandi heima hjá mig sko. Með útgerðarsöguna hérna á 19. öldinni sko, eða frá 1770 og... ég kom nú eitthvað með eitthvað af þessu hérna Er einhvers dag komið út? Þú lést mig hafa afskaplega hrólega grein eftir Hauk. Já. Mjög svo, nýtist. Og nú er ég bara alltaf að hlakka til þess að þegar Haukur dregur sig í hlé úr skipasmíðinni að þá fara að ganga meira undan honum. Þetta er mjög skemmtileg samsetning að vera skipasmíður og sagnfræðingur sko. Hann er reyndar ekki með bréfin en upp á titill sem ég sá hann í blaðinu. Áhuga sagnfræðingur. Það er eiginlega svona amatör. En þú hefur bréf upp á skipasmíðina sagt. Jú, það stendur sko. En það er líka mjög eðlilegt að þú leggur mesta rækt við sem sagt útgerðarsöguna. Það er líka kannski, þarf maður að skilja það mjög vel bara til þess að skilja þetta samfélag. Já. Og hann er búinn að telja líka í öllum spítalafiskskýrslunum og reikna ótrúlega margt út frá því. Já, ég sá það var alveg frábært. Og hvað menn eru búin að vera, og þetta líka sem ég fann svo furðulegt, að þegar, við erum að tala um skútuútgerð, það eru konar skútur. Skúturnar eru gerðar út, hvað var það, 3 mánuði eða 4 ári. Bara á vertíðinni? Bara yfir sumarið. Sumarið? Svo liggja þær bara einhvers staðar og menn eru að róa á litlu báti. Árabát útgerðin náttúrulega allir lögur. Þetta er náttúrulega frekar þægilegt sko, bara að fara út á bátinu út bara á... Það tók því ekki að vera að fara á skútur sko, það þurfti ekki. Nei. Það var bara eins og að skjóta spörfugla með haglabyssu eða með fallbyssu að fara Einmitt, það þarf að taka skútu til að fiska hér nema sumri, þá vantar fiskinn hér upp á landi. Já, hvert er nú sóttur það? Það langar aðeins og ég var að tala um Eyrarbakkaskólann. Það var ekki rétt hjá mér að Þorleifur Kolbeinsson hafi komið mikið að þeirri byggingu eða rekstrinum eða stofnunum einhvern veginn fyrst. Þorleifur, jú, mér minnir það. Það er nú þarna í bókinu sko. Það er svolítið fyndið að hann á sko hálfa brúnastæðajöðuna þegar skólinn er settur upp. Það rættir átt ekki þann part sem að skóli var tekið út úr en hann átti hálfa jöðuna. Æ. Ég er að vakna innan brúnastæðajöðuna. Átti það kannski meira hérna? Átti jöðuna í 30 ár. Já. Þetta var náttúrulega rosalega rauðmaður sko. Var hann einhver mestu auðmaður Sunnanlands. Og já, ég held að hann hafi sýnt skólanum þarna. Talandi þennan auðmann og þessar tengingu þarna þvert yfir fjallgarðinn, að þá dettur mér í hug annað að Jón Ríki, eða Jón Sterki líka kallaður sem bjó hér í hinum megin í lóðinni, Stóruvogum, að hann er úr Garða, er okkur bæ rétt hjá Hausastöðum. Og hann er fæddur í rétt 1801. Hausastaðaskólans er nýtekinn til starfa, hann tekur til starfa eitthvað 2-3 árum áður en Jón fæðist og hann starfar í 19 ár, þannig að Jón er bara uppalinn við hlíðina á Hausastaðaskóla. Og svo kemur hann og gerist mikill sveitarhöfðingi hér og hann er einn af þeir sem kemur, er hægri hönd Stefáns í stofnun skólans. Og þá allt í einu dettur mér í hug, getur verið að einhver hugmyndafræði sem hafi þróast þarna eða einhver reynsla á Hausastaðaskóla hafi hann flutt með sér og nýtt sér þegar þeir eru að koma þessu af stað. Og ég held einhvern veginn að það hljóta hafi verið ekki bara hindrunni svo að afla peninga, heldur það að telja fólki trú það að svona nýjung sé yfir höfuð sniðug. Því ég held einhvern veginn að það hljóta hafi verið stærsti þröskuldurinn að komast yfir að fá fólk með sér í að gera svona sem engin annar er að gera. Og við vitum þetta bara hvernig það er í dag, hvað erfiðleikum menn oft lenda í að þeir ætla að byrja okkur alveg nýju. Er þú að tala um Jón Daníelsson? Hæ? Er þú að tala um Jón Daníelsson? Ég tala um Jón Daníelsson, já. Hann er dáinn 57. Já, hann næri ekki, nei, það er þá svo... Vítu, hvaða kall er það? Það er sonur hans, já, alveg rétt.
Síðan spurning hvernig þessi menn tengjast inn í svona stærra samhengi því að Jón Sigurðsson hann var fylgjandi svona framkvæmdum og hann hafði örugglega veruleg áhrif á þetta. Hann á svona smá útkík hérna inn á Tanga aðeins fyrir þennan tíma. Því að tengdapabbi hans Einar, kallaði stúdent, kaupmaður, hann rekur búð og verslun á Bergtanga í kringum 1840. Já. Það er nefnilega það, víða liggja þræðir. Og einhvern tíma sagðið þú mér að þig grunaði það að þeir hefðu, eða vissir það að þeir hefðu staðið í einhverjum bréfaskriftum Stefán Thoresen og... Mér þykir það ekkert ósannlegt að þeir hafi þekkst og átt eitthvað samskipti og bóka. Ég var búinn að rekast á eitthvað sem ég síðan týndi niður eftir sem við bókasafnið. Það hafi eitthvað hugmyndið og gangi með það. Kannski svipaðan tíma skólinn var byggður. Já, náttúrulega Jón Sigurðsson var allur að vilja gerður að koma hér á borgarlegu samfélagi eins og hann lítur að hafa orðað einhvern tímann og var svona meira meina eins og hann hafði mjög víðtækar tengingar út allt bæði hér á Suðurnesjum fyrir vestan og norðan og tengdi örugglega alls konar fólk saman og alls konar þræði sem að hann hefur komið að stað. Það maður sér þetta í bænaskrám fyrir það er mjög merkilega bænaskrár sem koma fram fyrir Alþingi 1845 það maður sér svona fingraför Jóns Sigurðssonar, þá er hann með skipulagður hann bænaskrár almennan kosningarétt úr öllum héruðum, frjálsa verslun úr öllum héruðum. Ég held að það sé einhvern veginn víst að það hefur verið hann sem gerði það. Og síðan koma kröfur frá, síðan er ekki eins vel skipulagt, það eru kröfur leiguliðana að fá að kaupa jarðir sínar, kröfur á hendur landeigenda. Þeim er ekkert sinnt, Alþingi sinnir því alls ekki neitt. Það heldur ég að það sé frá Jóni? Nei, það er ekki eins, hann er því eins vel skipulagt og flott En samt, frá honum eitthvað? Það er bara ráðgáta Já, ég skil. Það er eitthvað sem hefur verið samantekin ráð Það eru rangæingar og það eru samtök bænda alveg allt land en það er ekki eins flott það er ekki lögfræðingar á því Það er mjög gaman að skoða þessar bænaskrár fyrir Alþingi 1845 sem að þú ert að segja okkur Árni hér í dag að það er ekki allt alveg sem sýnist eins og þetta þú ert að reyna að tella okkur trúin það að kóngurinn hafi verið ekkert ráðið. Já, hann hafði sína ráðgjafi hérna við segja. Það hafi bara verið svona meira til að skrifa upp á. Svo ég aðeins íkjum svolítið. Já, það er allavega það sem þetta er svolítið nýtt fyrir mér allavega, maður er alltaf að trúa því að kóngurinn hafi bara ráðið þessu og geta skellt skuldin á hann. Já, Danir skipti sér voða lítið eins og þið vitið af Íslendingum. Það voru byggu fáir Danir hérna þangað til á 19. öld og það, þeir Danir sem settist að hérna urðu landeigendur eins og Lárus Gottrup, þeir urðu bara Íslendingar. Tóku upp íslenska siðir sem voru allt aðrir heldur en í Danmörku.